Alltaf nýbakað. Netto Granda. Komið sæl og veru velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Körfubolti, Keflavíkurflugvöllur, kirkjan, leikfélag og dans eru í þætti vikunar. Við hefjum leikinn í flugstöð Leifs Eiríkssonar en Keflavíkurflugvöllur hefur hlaðið á sig verðlaunum á undanförnum árum. Keflavíkurflugvöllur var valinn besti flugvöllur í Evrópu á síðastliðnu ári í viðamikilli þjónustukönnun meðal farþega sem framkvæmd af öllum helstu flugvöllum allan heim. Þetta í þriðja sinn sem Keflavíkurflugvöllur hefur hlotið slíka viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur. Árið 2009 var flugvöllurinn í efsta sæti í Evrópu og árið 2011 besti flugvöllur í Evrópu með færri en 2 milljónir farþega. Þá var flugvöllurinn valinn á heiðurslista samtakana árið 2014 fyrir samfelldan árangur í þjónustukönnunum frá árinu 2008. Könnunin gerð á vegum alþjóðasamtaka flugvalla Airport Council International og svara farþegar spurningum ársfjórðungslega gæði fjölmargra þjónustuþátta. Þessum tímamótum var fagnað í vikunni og sprönguðu starfsmenn á skrifstofu Ísavía flugstöðina og færðu starfsmönnum þar nýbakaða og ljúfenga bollaköku og þökkuðu þeim í leiðinni fyrir góða framistöðu. Jæja Davíð, þetta nú, enn og aftur góð tímamót hjá okkur. Já, þeir erum ótrúlega ánægðir með árangurinn sem við vorum að ná núna í ASQ-könnuninni. Þrátt fyrir allan vöxtinn, 20%, framkvæmdir í gangi, stækkun á flugstöðinni, miklar breytingar á fargaskerfinu og allt hafði þetta áhrif á farþegann en okkur tókst að koma skilaboðunum áleiðis og stýra flæði og ferli og þjónustu að sjálfsögðu á þann hátt að farþeginn kunni mjög vel að meta það og við erum að fá uppskera núna í dag niðurstöðuna, þannig við erum mjög ánægð og stolt af starfsfólkinu okkar, það aðalega það að sjálfsögðu sem gerir þetta verkum. Hvernig tekst þetta? Þetta bara liðsheild, þetta að vinna saman, stilla upp réttum kúltúr og allir sé að vinna sama markmið. Það að reyna að gera för farþegans í gegnum flugvöllin sem bestri upplifun og þegar allir vinna saman sem eitt teymi þá uppskerum við eins og við erum að gera núna. Hvað með framhaldið svona? Það gríðarlega margt í gangi í flugstöðinni, mikla breytingar og annað. Takið þið mikið tillit til þess í allir þjónustunni? Já, við erum náttúrulega eins og núna erum við uppfæra verslanarsvæði og þá reynum við að vera mjög duglega að koma skilaboðum til farþegans að það eru breytingar, við reynum að setja á alla veggi til þess í framkvæmdum hvað mun koma, reyna að búa upp smá stemningu fyrir því að við erum að þessu til að gera þetta betri flugvelli sem bjóða upp á betri þjónustu, betri vörur og við erum að koma móts við þarfir ferðalanga sem fara í gegn. Þannig að þetta alltaf í öllunar hönnunarferli og í öllum breytingum sem við förum í þá hugsum við alltaf hvað þurfum við að fara í mótvægisaðgerðir til að koma til móts við þarfir viðskiptavinarins okkar og það kemur líka í sjálfur hönnuninni. Hvernig mun þessi stækkun, þessi breyting í rauninni gera flugvöllinn betri? En eitt stærsta sumarið framundan, hvernig leggst það í ykkur? Það leggst bara mjög vel. Við verðum vonandi búin hér með breytingar á verslanarsvæði. Við erum búin að fá gríðarlega góðan hóp fólks til að starfa með okkur hér í sumar og verða búin að manna okkur fyrir sumarið. Þannig að við erum bara mjög spennt. Við erum allir sammála að halda hér áfram og ætla að stefna því að vera áfram besti flugvöllurinn í Evrópu 2015. Þannig að þetta leggst bara gríðarlega vel í okkur. Spennandi tíma framundan. Vagga körfuboltans á Suðurnesjum, það vita flestir. En við fórum á leik með döbbunum og öllunum. Körfubolti hefur lengi verið einn vinsælasta íþróttin á Suðurnesjum. Hvergi hafa fleiri meistaratitlar farið en til Suðurnesja síðasta aldarfjórðunginn. Það ætíð góð stemning kringum boltan og fjöri fer ýmsar leiðir getum við sagt. Gunnar Örlygsson, núverandi formaður körfuknattleiksdeildar Njarðvíkur, bauð vini sínum Jóni Gauta Dagbjartssyni sem formaður deildarinnar í Grindavík og bræðrum hans í mat á veitingastæðinu og verslunina Sipp og Hoi í Njarðvík fyrir leik liðana í Dóminusdeildinni í körfu nýlega. Gunnar og bræður hans Teitur og Sturla hafa verið viðloðandi körfubolta stóran hluta lífsins og sama má segja Jón Gauta og bræður hans Dagbjartssyni í Grindavík þó þeir Grindjánabræður hafi ekki gert garðinn svona frægan á vellinum heldur meira úti á sjó eða þannig. En sem sagt, öllarnir buðu döbbunum í mat fyrir leik og auðvitað var slegið á létta strengi og skotið hörðum skotum á víxl, meðal annars á fésbókinni, þar sem Gunnar bauð þeim bræðurum. Þar fóru menn mikinn í yfirlýsingum.
Grindavíkurbræðurnir mættu í Fisk og franskar en gátu líka fengið öllaborgara, allt að hætti systur öllanna, Margrétar, sem ræður ríkjum í Sip og Hói. Það þótti við hæfi að skreita hópana með bæjarstjórunum úr Grindavík og Reykjanesbæ, Róberti Ragnarsinni og Kjartani Má Kjartansinni, en sá fyrrnefndi gallharður stuðningsmaður liðsins eins og sjá má á klæðnaði hans. Eftir matinn héldu allir saman á leik Njarðvíkur og Grindavíkur sem var fjörlegur í meira lagi en með frekar óvæntri súperframmistöðu Grindvíkinga. Kaninn þeirra fór hamförum og skilaði nærri 50 stigum í leiknum og skyggði á hinn eitursnjalla Stefán sem hefur skorað annað hvert stig Njarðvíkinga frá því hann kom til liðsins ekki alls fyrir löngu. Þrátt fyrir mikla baráttu Njarðvíkinga í Ljónagreifinu þetta kvöld tókst þeim ekki að landa sigri. Gestirnir úr Grindavík voru einfaldlega betri. Eftir leik tókust formennirnir í hendur og voru hressir. Jón Gauti Grindavíkur formaður, þó ögn léttari eftir sigur sinna manna. Gunni, þetta var erfitt hjá ykkur í allt kvöld. Við náttúrulega byrjuðum leikinn alveg hræðilega. Strax 20 stigum undir í fyrsta leikluta og móti jafn sterkur lið og Grindavík, það náttúrulega gríðarlega erfitt. En í fjórða leikluta náðu þessu niður í 6 stig. Það hafði allt getað gerst, það hefði getað dottið sitt hvoru megin. Við erum stoltur af strákunum hafa náð að koma tilbaka með þessum hætti. Grindavíkurkaninn var náttúrulega frábær í kvöld. 44 stig og gríðarlega sterkur. En mér finnst ágætt að sjá hann svona núna í kvöld vegna þess að ef við hittum við aftur seinna á leiðinni að þá vitum við hvernig við erum að taka á honum. Já, það var sætt. Já, þetta var verulega sætt. Maður var svo sem, ég var dálítið banginn áður en ég kom hingað, við ekki það, en það sem að ég er nú aðeins eldri og reyndari Gunni í stjórnarstörfum í körfubolta. Hann átti eitthvað tímabil 2 tímabil sem leikmaður. Líka 10 árum eldri. Við erum jafngamli sko, en ég er bara, hann er rúkki í stjórnarstörfum í þessu og Gunni gerði kannski þau mistök í kvöld að bjóða okkur í mat fyrir leikinn. Hélt að væri að gera eitthvað gott fyrir guðuna og myndi fá það tilbaka. En staðreyndin er bara svo, þetta er ég búinn að læra, the hard way. Þýðir ekkert að vera með einhverja gestrisni. Þá ertu bara tekinn í bólinu og það var það sem við gerðum í kvöld. En á öllu gríni slepptu þá það er ógeðslega sætt fyrir okkur að vinna þetta. Okkur vantaði þetta meiri Njarðvíkinga, það er klálega þannig og það er mjög sterkt fyrir okkur að vinna það. Og var þetta mistök að bjóða þeim í mat, Gunni? Nei, það er aldrei mistök að bjóða þessum höfðingjum í mat, en það eru þeir mjög skemmtilegi menn eins og við þekkjum öll. En ég er sammála Jóni Gauti með það að þessi leikur skipti Grindavík meira máli en Njarðvík. Liðið var í 9. sæti fyrir þennan leik og við í því 3. Við ætlum okkur að halda því sæti út keppnina. Það eru 5 leikir núna eftir og ég vona innilega að vinnur okkar í Grindavík komist alla leið í úrslitakeppnina vegna þess að öll 3 Suðurnesjaliðin í 8 úrslitum. Úrslitakeppnina er eitthvað sem við Suðurnesjamenn þekkjum og viljum sjá. Ólíkt kannski eins og Gunni segir, þeir eru í sæti sem við vilja vera í, við erum kannski ekki í sætinu sem við viljum vera í. Og ég myndi segja að þessi sigur kannski þetta sýnir að það er smá réttlæti í lífinu. Ég meina, Gunni við erum formenn okkar deilda. Gunni er klárlega myndarlegri, hann er mikið stærri og hann er meiri töffari. En ég fekk tilbaka sem sigur hér í kvöld og það segir okkur að það er réttlætt einhvers staðar. En hvað, þið getið náttúrulega hist, ef að þið komast í úrslitin og bæði lið, þá gætið hugsanlega hist þar. Já, ég skal umorða þetta fyrir þið. Þegar við erum búin að tryggja okkar sæti í úrslitunum, þá er vonandi möguleika því að við mætumst og ég ætla að vona Njarðvíkingar, og það er nokkuð öruggt, en ég vona samt að Njarðvíkingar muni að hafa heimavellarréttinn vegna þess að það verður ennþá sætara að vinna á hérna og slá það út á heimavelli. Ég spái því ef að Grindvíkingar ná 8. sætinu sem að stefnir í og jafnvel lofar að ef þeir fá Íslandsmeistara KR-inga í 8. úrslitum þá kemur mér ekkert á óvart að með þessari spilamennsku í kvöld og sláir KR-ingan út. Þannig að við eigum þó séns á því að mætast í úrslitum síðan Við mætumst einhvers staðar á leiðinni og ég verð að koma einu á framfæri. Þó ég þyrfti alltaf að tapa fyrir Njarðvík en eiga svona mann sem vinn og eiga alltaf matabóð fyrir leik. Ég held ég myndi bara skrifa upp það er alltaf frýr bjórið, ekki? Þú getur treyst í. Myndi ég skrifa undir það. En er ekki næst að þú bjóður í mat? Það er nokkuð ljóst. Ég ætla ekki að reyna að toppa Gunna. Sá sem reynir að toppa Gunna, hann verður undir og tapar illa. En ég get gert vel líka og ég mun að sjálfsögðu gera vel og þá verða Víkurfréttir velkomna það líka. Hann er í skapi til að skjalla eftir sigurleik. Segir yfir skjallarinn. Þú ert harður stöðningsmaður í búning og öllu saman. Já, ég mæti nú á vel flesta heimaleiki í Grindavík og bara stuðningsmaður liðsins, þannig að
skiptir engu máli hvað að vera, ég mæti yfirleitt. Sætur sigur? Já, þetta byrjaði rosalega vel og Njarðvíkingarnir komu tilbaka, þannig að það var gott að ná að sigla þessi inn í lokin. Ja, þetta að koma hjá okkur, þetta bara erfitt í vetur. Já, gengur mjög vel eftir áramót og nú bara siglum við inn í þessi úrslitakeppni og klárum þetta. Leikfélag Keflavíkur þessa dagana að æfa leikverkið Killer Joe sem svört komedía. Við ræddum við Keflvíkinginn, leikstjóran sjálfan, Davíð Guðbrandsson. Mamma reyndi að drepa mig þegar ég var pínu lítil. Hún setti kodda yfir andlitið á mér og reyndi að kæfa mig. Davíð Guðbrandsson, við erum stödd í frumleikhúsinu hjá leikfélagi Keflavíkur í Reykjanesbæ og hér í undirbúningi sviðsetning á leikriti sem að vera frumsýnt í byrjun næsta mánaðar. Já, við erum að æfa verk sem heitir Killer Joe og verður frumsýnt fyrri hlutan í mars. Við erum ekki búin að negla niður dagsendingu en það styttist í það. Varandi undirbúning fram að frumsýningu, hvernig hefur gengið að fá rétta fólkið í þetta hjá þér, hvort sem það leikarar eða annað? Það var góður hópur sem að sýndi þessu verki áhuga og þegar við auglýstum eftir fólki að koma á samlistur. Og hópurinn í þetta finnst mér í raun og veru smellpassa sko. Og ég einhvern veginn ánægðari með leikarana og leikaravalið, verð ánægðari og ánægðari eftir því sem að líður á þegar ég fæ að sjá þau máta sig við þetta sko. Ef ég myndi beða að lýsa verkinu í stuttumáli, hvernig myndir gera það? Þetta er svört komedía, þetta er fyndið dramatískt verk. Sko, án þess að sko, það sé verið að setja upp einhverja brandara eða sé einhverjir sko, brandarar beinlínis skrifaðir inn í verkið, sko, þá eru aðstæðurnar svo ótrúlega stundum sko, fjarstæðukenndar og yfirdrifnar og yfirgengilegar og ógeðslegar að það er ekki annað hægt en að hlæja af þeim. Þetta er litla fjölskyldu í hjólhýsahverfi í Texas sem að hefur það ansi skítt. Sjáðu nú hvað þú ert búin að gera, nú ég komin í skammakrókinn. Hún getur bara að fara í raskat maður. Sko, þú býrð ekki hér. Ég þarf að tala við ákveðið mál. Já, enga peninga handa þér. Ég þarf ekkert mikið. Ég bara í fucking vandræðum. Heyrður ekki hvað ég sagði, Chris? Þú færð ekki krónu. Nei, í alvöru, ég meina það. Þetta er bara líf og dauða, sko. Já, það getur vel verið. Ég skulda $6.000, annars kom einhverju gaurar og drepa hann. Já, það er skott fyrir að koma út úr bænum bara, og það er kvelli. Þetta verk er svolítið skrýmsli, það eru svolítið svo margir vinklar og margar hliðar og það er að mörgu að huga og það er bara svolítið gaman að fá að bera hitan og þungan af því þó að sjálfsögðu sé ég með ótrúlega gott fólk til þess að hjálpa mér að þá eru ákvarðanirnar svolítið mínar og það er nýtt fyrir mér. Suðurnesja fyrirtæki í fremstu röð. Við erum stolt af því að vera í hópi 25 framúrskarandi fyrirtæki á Suðurnesjum samkvæmt útnefningu Kreditinfo. Katego, þróunarfélag Keflavíkurflugvallar. Veiðarfæraþjónustan EHF, Grindavík. Þorbjörn, Grindavík. Nesbú egg, náttúrlegt fjölvítamín. K&G EHF, fremstir í fiski. Besa EHF, Grindavík. Háteigur EHF. Fiskverkun Ásbergs EHF. Samkaup HF. Bláa lónið. Fríhöfnin Keflavíkurflugvelli. HS Veitur HF. Keflavíkurflugvöllur. Verkfræðistofa Suðurnesja. Vertu velkominn á Rock Safn Íslands.
Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú komir. Komið sæl aftur. Við byrjum seinni helming þáttarins á ótrúlegum dans í Hljómahöllinni. Dansi gegn ofbeldi á konum. Oppan Gangnam Style. Bryndís Skjaltadóttir, forsvarsmaður þessa átaks sem við erum með hérna. Hvað í gangi? Heyrðu, við fórum hérna fyrir ári síðan. Þetta er sem sagt UNICEF Women sem eru með þetta og núna heitir þetta Milljarður Rís og við erum sem sagt að safna fyrir því bara fólki, ekki peningum, að við stöndum saman gegn ofbeldi gagnvart konum. Þar sem að þetta er svona hæsta tíðnin, þetta er sko, konur verða deyja frekar af ofbeldi heldur en malaríu, HIV, krabbameini, tíðnin er hærri. Þannig þetta er svo svakalegt og þetta er svo brjálæðislegt að fá að taka þátt í þessu og gera þetta svona, það er æði og það er bara forréttindi. Það eru ótrúlega viðbrögð, það er búið að vera alveg fjöldi manns hérna í hádeginu. Ótrúlegt og líka út af því að ég fór í Hörpuna fyrir ári með Huldu Sif, dóttur minni. Og þegar við löpum út af það þá sagði ég við henni að við gerum þetta ár í Reykjanesbæ. Á þriðjudaginn í þessari viku fékk ég að þetta ætti að vera á föstudeginum og ég hélt ég verði hann sein. En Hljómahöllin tók við sér á 0-1. Atli Már DJ-ari tók við sér á 0-1. Anna Lóa kom. Víkufréttir bara setti þetta á sömu mínútu inn. Þetta var búið mögnu samstæða. Mögnu. Og stemmingin hérna búin að vera alveg mögnu. Það er fólk á ýmsum aldri, kallar og konur, krakkarnir koma á leikskólanum, fólki kemur á vinnunni, kemur víða að. Og leikskólarnir og grunnskólar, framhaldsskólar, þetta er bara magnaður bær. Það er bara það sem er. Það sýnir samstöðuna. Það sýnir samstöðuna og sjáum við hvað við getum gert. Á þriðjudaginn, seinni parturinn á þriðjudaginum, byrjaði ég að auglýsa þetta, fyrir hátíðarþriðjudaginum. Þannig að pælið í þessu. Keflavíkurkirkja er 100 ára á þessu ári. Við fórum í hátíðar Guðs þjónustu og ræddum á eftir við presta og formann sóknarnefndar. Hvernig finnst þér svona tengslin vera við sóknarbörn? Sko, tengslin eru afskaplega mismunandi og það sem að við höfum upplifað mjög sterkt, það er tengslin sem myndast í barnastarfinu. Foreldrarnir sem koma með börnin sín þar, þau verða nátengdar í kirkjunni og mín skoðun er svo að það verður aldrei nægilega mikil áhersla lögð á barnastarfið. Síðan er líka gríðarlega mikilvægt það starf sem að við vinnum í tengslum við ferminguna og þar koma foreldrarnir með fermingabörnunum og tengjast kirkjunni sinni og margir hverjir þeirra verða síðan áfram virkir í starfi kirkjunar. Síðan er það þetta fólk sem að mætir í messu af eigin hvötum og þörf og það er líka tengslin við kirkjuna koma oft í gegnum hátíðarstundirnar í lífinu. Fólk vill fara í kirkjuna sína til að skíra börnin, ferma, gifta sig og auðvitað við útfarirnar. En tengslin við almenning eru líka hjá okkur gríðarlega mikil í gegnum velferðarstarfið og í gegnum sjálfboðaliða starfi í kirkjunni. Og undanfarin ár þá hefur
stór hluti af starfinu byggst á því að við erum með svo mikið af sjálfboðaliðum og það er svo ánægilegt. Ég held að ég hafa aldrei beðið neinn að koma og hjálpa okkur sem hefur sagt nei. Og fólki er velviljað kirkjunni þó það kannski mæti ekki kirkja hverjum sunnudegi. Það er búið að vera gríðarlega öflugt starf hérna þannig að þú finnur vel svona og það er ánægilegt að hvað ykkur gengur vel að fá fólk til að vinna með ykkur svona, eins og maður segir, fólk út í bæ. Já, það er það svo sannarlega og það er svo margvíslegt. Við komum að lífi fólks á svo margan hátt og fólk kemur gjarnan, fólk trúir því ekki hvað það er mikill fjöldi sem kemur hér í hverja einustu viku. En áður en við höldum lengra áfram með messuna, Sunnudagaskóla, þá langar okkur Erlu til að gera örlítið svona sem við ekki verðum að gera. Ég verður þetta að brosa, má ég sjá. Þetta eru skemmtilegi tímar og 100 ár hérna í Keflavíkur kirkju og þú ert eiginlega búin að vera 1/4, Sigfús. Hvað er svona eftirminnilegast? Það er svo margt sem er að tína til, sko. Ég er sérstaklega í þessari byggingu sem við erum með stödd. Það er náttúrulega var alveg bylting fyrir okkur og síðan svo margt annað sem er búið að gerast sem að er bara skemmtilegt fyrir söfnuðin, líf og fjör og svo leið alvarleikinn og ég held þetta bara spanni allt lífið, litrófið, sko, lífsins og það er eitthvað sem er svo skemmtilegt að taka þátt í, eða bara frá vöggu til grafar, sko, með fólkinu. Þú komst nú hérna, nokkuð ungur maður og náðir fljótt mjög góðri tengingu við bæjarbúa, maður heyrði það mjög vel út í bæ. Hvað er það helsta sem að prestur þarf að gera til þess að ná góðri tengingu við bæjarbúa? Það er fyrst og fremst að vera meðal fólksins, alveg sama hvað fólki er. Og ég gleymi ekki þessari fyrstu pútmessu minni, ég sá allt þetta fólk hann hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, allir með kylfu. Ég þarf að kynnast þessu fólki, fór út í golfvöll og keypti mér pútkylfu og mætti á staðinn. Og menn vissi ekki hvaða maður þetta sem var allt í komin í púttu, sko, með gamla fólkinu. Ég náði svo mikil tengingu og það var svo margir skemmtilegir karakterar. Og ég man eftir nokkrum sem voru svo bara geðu manni líf og tengingu og maður var svo vel tekið. Og bara tengingu líka í gegnum börnin og æskulistarfið og allt það sem við vorum með í gangi. Allir þessi tenging. Og ég hafði náttúrulega og hef haft alveg frábært fólk í gegnum tíðina. Og þetta gerist ekki bara með einu manni. Þetta gerist með fólki. Og kirkjan er fólki. Sigfús kom nú sterkur hérna inn í barnastarfi en það gerir þú líka, Erla, barnastarfi. Það er margir sem horfa til þessa glæsilega starfs hérna í Keflavíkur kirkju. Þetta hlýtur að gefa prestinu líka mikið, eða ekki? Jú, svo sannarlega. Ég var ein af þeim sem vemdi kirkjubekki sem barn, borin og barnfædd í Keflvíkingur og var í Sunnudagaskóla hjá Málfríði og Ragnar Snæ. Ég femdist nú árinu áður en Sigfús kom, ég náði honum ekki alveg. En ég vildi gefa börnunum þessa tilfinningu sem ég fékk þegar ég sat á kirkjubekknum. Leyfa að kynnast Jesú og hvað það er að eiga bænina í lífinu. Og það er eins og Sigfús segir, þetta er ekki með einu manni, það er fólki í kringum okkur og ekki síður þeir sem koma hinga og sækja barnastarfið af. Barnastarfið hérna, það gefur líka fólkinu mjög mikið og fjölskyldunar koma hérna og þetta var alltaf verið mjög vel sótt. Hvað er svona lykillinn að því að ná til fólksins á þennan hátt? Já, barnastarfið hefur vel sótt bara í aldarnar rás, hér í áranar rás hérna í Keflavík. Maður þarf að hafa kærleikann, maður þarf að gera þetta af hugsjón og margir segja mér hversu lengi ætlar að þessu barnastarfi. Ég vona andi alltaf, hann vegi prestur. Við þurfum að stíga út fyrir ramman. Sigfús er að reyna að kenna mig það. Erla, þú þarf ekki að vera svona ferköntuð og Hann kom nú með svolítið fjör hérna á sínum tíma. Sigfús kom með fjöri, pottþétt. Og hann miðlaði til okkar. Og svona ung og óreind stúlka
nýkomin og guðfræði námi, svolítið skelkuð að standa í kirkjunni sín og allt í hún þurfa að leiða starf. Það var gott að hafa mann við hlið og sem að veitti manni leiðsögn og tilsögn og góð ráð. Eru þið bjartsýn fyrir 100 ára kirkjunar með nánustu framtíð? Já, við erum það. Við erum með ofboðslega mikið og gott fólk sem eru sjálfboðaliðar í kirkjunni og starfa sem kórfélagar og sóknarnefnda fólk og það er mikill kraftur í þessu fólki. Sammála því, Sigfús? Já, ég er alveg sammála þess að það drífur mann áfram. Ég er líka mjög mikinn áhuga á þessum fermingabörnum alltaf á hverju ári. Ég finnst það gera mig ungan og ég held að það sé það sem skiptir máli. Og það er náttúrulega þetta að geta eins og Erla segir að miðla fólki líka auðvitað kærleika Krists og það er auðvitað það sem við erum náttúrulega þjónandi, við erum þjónar hans í ríki hans og það gefur okkur líka mátt til þess að halda áfram sem bara lærisveinar hans að við reynum að gera það sem fyrir í Guðs ríki. Ég er alveg sammála Erlu í þessu og það er líka gott að fá konu og gott að hafa svona aðra sýn sem að gefur kirkjunu lit. Það er fólkið. Við erum verilega samherjar. Og leið og við vinnum saman og eins og við höfum gert þá líka gerir það verkum að fólkið laðast að. Það finnur að það er svo gott að koma. Leiðum við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á fleiri miðla vikufrétta, vikulegt fréttablað, golfvefinn kylfingu.is og fréttavefinn vaff.is. Við þökkum fyrir okkur og sjáumst að viku liðinni. Verið sæl. Lífrænt frá Englemark. Netto.